að 12 mánaða verðbólga mælist nú á uppleið. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar jókst hún 0,4 prósentustig milli mánaða og mælist nú aftur yfir 4 prósentustigum eða 4,2%. Viðskiptabankarnir höfðu spáð því að verðbólga myndi aukast milli mánaða en aðeins 0,2 prósentustig. Þeir bentu meðal annars á tímasetningu páskana í ár sem ástæðu hækkunar fargjalda til útlanda og þar með aukningar verðbólgu. Og til okkar komið Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, og Björn, verðbólgan hún eykst þarna eins og spáð var en töluvert meira en spáð var. Hvers vegna? Já, svolítið meira og við eigum ekki að láta okkur bregða að það verði smá rof á þessari ferð verðbólguna niður stigann, en jú, hún mældist örlítið meiri vegna einkum tveggja þátta. Það annars vegar matvöruverðið sem hækkaði töluvert meira en við vildum sjá. Og svo það kostnaði við eigið húsnæði, þessi liður sem heitir reiknu húsaleiga og það orðið dýrara að reka í húsnæði, dýrara að kaupa í matinn. Þetta þó ekki eitthvað á öðrum skala við séð mjög oft áður, þannig að vikmörkin frá spám og í þessa mælingu alveg eins og við margoft séð áður. Einmitt, það styttist í stýrivaxta ákvörðun hjá Seðlabankanum og nú erum við að sjá verðbólguna á leiðinu upp, hún búin að vera leiðinu niður og í takti við ferlið sem í gangi þar. Viðbúið að þetta hafi ykkur áhrif? Hvað eru bankarnir að pæla og hvað þú að pæla? Já, það nefnilega geti alveg verið og þetta stór ákvörðun, 21. maí. Þetta ákvörðun sem verður bæði fylgst auðvitað mikið með eins og síðustu ákvörðunir en líka vegna þess að hún á að þekja heilan fjórðung af árinu. Þá fer bara fólk í sumarfrí og allir mæta brúnir og rauðir og sætir í haust eða í 20. ágúst og þá næsta ákvörðun. Þannig að það skiptir miklu máli fyrir okkur hvort að Seðlabankinn telji sig geta lækkað aðeins vextina án þess að stefna verðbólgumarkmiði sínu í voða. Við erum að heyra ólíka raddir þetta og þeir aðilar sem hafa tjáð sig annars vegar greiningardeild Íslandsbanka og hins vegar Landsbankans eru ekki sammála og það mjög áhugavert. Íslandsbanki telur þetta ekki hafa meiri háttar áhrif á ákvörðun peningastefnunefndar núna 21. maí, að það séu samt líkur á því að vöxtum verið þokað niður kannski 0,25%. Þetta auðvitað bráðabirgða stýrivaxtaspár, en Landsbankinn ekki sammála. Landsbankinn vísar í það bæði að þessi mæling hafi nú ekki verið eftir áætlun, en líka það að verðbólguvæntingar eins og teknar eru út úr skilaboðum á markaði séu aðeins og miklar og að þá gætum við svo sem hort á það að við þurfum að kyngja því að fara í sumarfríið með ennþá þetta háa vexti og þurfa að bíða til haustsins. Það eru þó 3 stýrivaxta ákvarðanir á síðari hluta ársins og þær stýrivaxtaspár sem birtar hafa verið og voru fyrir þessa mælingu hljóðu nú upp á það að ef framheldur sem horfi getum við átt von á stýrivaxtalækkunum þá. Þannig við vonum að sjálfsögðu þetta halda áfram að þokast niður. Vonum að besta Ásgeir Jónsson, hann liggur undir feldi, sjáum hvernig það kemur undan honum. Kæra þakki Björn. Takk.